Hvernig finnst þið styttan samt? Mér finnst hún geðveikt cool, ég man ég sá hana heima hjá þér fyrst þegar ég kom til þín fyrir löngu síðan í gráðinu, mér finnst það mjög cool. Já, þannig þér finnst hún töff? Já. Ok. Þú veist, ég myndi ekki hafa þetta upp í hillu hjá frá svona inn í stofu kannski, en Á hverju ekki? ég veit ekki. Ég er ekki að dissa. Það er mjög sem geðveik, sko. Hún er mjög cool, en já, í svona man cave er hún mjög cool. Já, það er kannski rétt sér. Ég get sagt það, ég var svona gæla við það að hafa þennan þátt, svartkvítan. Það væri pínu cool. Af því að við ætlum að tala Sin City. Það væri töff. Það væri alveg frekar töff. Ég veit ekki hvort ég þori. Nei, þú kannt ekkert eitthvað svona velja bara bóliðin og hafa hann gulan eins og the yellow bastard. Það væri geggjað. Það er pínu myndrisla kannski. Já, ég ætla að gera eitthvað cool. Gera eitthvað cool. Thumbnaili verður alveg pottet svartkvít. Það lýst mér vel á. Já, og ég var svona að hugsa að hafa byrjun á svartkvíta Já. og feita inn í lit, skilur. Cool. Það getur cool. Ég held að það sé ekkert mál að gera það. Það er örugglega mál. Við ætlum að tala Sin City. Jep. Hvernig finnst þessi mynd? Ég bara elska Sin City. Ok, af hverju? Ég man ekki hvað það var sem náði mér strax við hana þegar ég sá hana fyrst. En ég elska hana í dag af því að ég skrifaði hana B-ritgerðinni minni. Já, ég ætla aðeins að skoða það núna. Já. Þú gerir þess að ritgerð. Ég er með B.A.gráðu í kvikmyndafræði og lokaritgerðin mín, B.A.ritgerðin mín, fjallaði aðlögunina á Sin City. Myndasagan þýdd, textatengsl og aðlögun. Já. Og hefst nú lesturinn. Lesa Nei, þú veist, þetta er alveg, ég var að lesa þetta yfir rétt á hann, ég var ekki búin að lesa þetta síðan, ég skrifaði þetta 2014. Þú veist, þetta er ágætis lesning fyrir fólk sem hefur áhuga á kvikmyndum, en þetta er svolítið miklu fræðitekstar inn á milli og eitthvað svona Roland Barthes segir og Kristeva þarna eitthvað, þetta er svolítið mikið svona svolítið jargon inn á milli, sko. En það fullt af skemmtilegum fróðleik inn á milli. Þú er búin að merkja þetta hér. Þú áttir mjög stóran þátt í þessari ritgerð, Hafi. Ég, á hverju? Þú lánaði mér þessa bækur og þú lánaði mér DFD diskinn, þar sem að voru með making of eitthvað svoleiðis. Já, þar sem voru með 2 rásir af kommentari og ég vitna rosalega mikið í þessar kommentaris í ritgerðinni, eins og kannski sér stundum Og er þess að aðalega þá svona útlita á myndinni og hvernig færðu það yfir og myndasögur í kvikmyndafór? Já, og líka þú veist, já, ég tala rosa mikið myndasöguformið ég fjalla aðlaganir, kvikmynda aðlaganir yfir höfuð og gagnrýni á þær og svo bara, já, stök atriði og hvernig þetta er útfært á kvikmynda. Þetta er náttúrulega mjög tveir ólíkir miðlar. Þú veist, þetta er aðlaga myndasögur allt annað en aðlaga skáldsögur. Að þú ert með myndefni í rauninni. Þú sérð hvað höfundurinn sá fyrir sér. Þú þarft ekki að fara til þína eigin túlkun eins og þú veist, þegar ég les Harry Potter þá er ég að sjá eitthvað allt annað fyrir mér heldur en þegar einhver annar les. Þú veist, ég er með einhverja sín hjá mér, á mér, en ef ég er með myndasögu þá get ég séð hvað höfundur vill og hvernig karakterin líta út og hvernig umhverfið er og þú veist, þetta er hana, já. Já, og svo er ég fjalla bara hvernig myndasögur byggðar upp og já, þetta er... Valdur sérst Sin City að því þér fannst myndi bara svo geggjuð? Já, bara, þú veist, mér fannst hún svo skemmtileg og hún er svo hún er svo frábær. Ég var eitthvað að hugsa að skrifa fyrst sko andröðana, replikantana í Blade Runner, eitthvað svona vita þau, þú veist, eru þau með sál en þú veist, svo er það bara allt á heimspekilegt. Já, ég þannig að það er svona heimspeki. Rosalega mikil heimspeki og fólk var alveg svona þetta gæti orðið allir lungur ítgerði hvað slappi. En já, ég lendi þessu. En nú er Sin City til þess myndin að því að það verið gera aðra myndir eftir þeim myndisögum. Ég man ekki eftir annari sem er svona svakara lík bókunum eða bókinni. Nei, þetta er nefnilega, þú veist einhvern veginn bara, það er svo furðulegt hvernig meira þess að karakterinir eru svo líkir og þú veist, hann tekur náttúrulega bara, þetta er frame for frame, hann rammar eins inn og hann nýtir, þetta er náttúrulega Robert Rodriguez og Frank Miller sem leikstýrir þessu, þú veist, Robert Rodriguez leikstýrir þessu og Frank Miller er svona með en já, hann nýtir rosa mikið samt líka kvikmyndatæknina til þess að koma áleiðis ákveðnum þáttum sem að myndasagan hefur, eins og þú veist, þegar eitthvað er sýnt sama andlit af manni
2 þil í röð þá kannski tekur hann smá hreyfingu, annars eru skotin svo mikið kjurr að því að rammanir eru bara kjurrir en stöku sinni svo mikið hreyfingu eða þegar rammandi minka það er eitthvað atrið það sem að hann Hartigan er í fangelsinu það sem er svolítið þrengir að honum í bókina þá súmar hann rosa mikið inn þannig að hann notar svolítið tæknina líka til þess að hjálpa þessu sko. Hann gerir það, en það er svo magna sko að ég er með bækur þennan í stúdíónu og ég vil kannski minna fólk á það er eitt sem bendir mér á þetta að benda fólki á að bíóblaður líka á YouTube. Það er rétt, já, akkurat þetta er einn af þessum þáttur sem var gaman að horfa á YouTube. Já, hann er á Spotify, Apple Podcast og líka YouTube. Það er rétt. Þannig að við erum með bækur þennan og ef maður bara svona kíkja þess gegna þér þá er þetta bara rammi fyrir ramma. Því, já, það er rosa gaman að skoða þessa bækur. Ég var alltaf búin að sjá myndina áður en ég skoðaði eða las myndasöguna. Ég líka, ég svo myndina fyrst. Þannig að þú veist, að sjá síðan að fara að glugga í myndasöguna og lesa hana, ég var dolfallin, þetta er bara nákvæmlega eins og ég var með viðauka eða viðhengi eða eitthvað, þú veist, með þessu, þetta er ekki í þarna, það sem er rammin af, þú veist, þegar hann er í fangelsinu, hann Hartigan, þetta er bara sama. Sem er svona niður, svona skot, svona niður. Já, ég held að getur kannski fundið þetta. Hvað var þetta? Svo við bara fara að lesa bækurnar í löng þögn, bara Já, skotið er mjög svipað. Ég hef setja það, ég er svo góður í þessu myndvinnslu. Ég hef setja bara ramman hérna á sjónvarpið. Já, akkurat. Svo fólk sjá hvað við talum. Einmitt, ef fólk sér þetta. Þetta er nákvæmlega eins, sko. Þetta er magna. Já, þetta er nákvæmlega eins. Þetta er bara, þú veist, og ég meina, forsenda þess að Rodríguez gerir þessa mynd. Hann búin að langa að gera þessa mynd í langa tíma. En það var ekki fyrir hann að tæknin var til staðar og hann hugsaði með sér, ok, nú er bara hægt að gera allt á green screen. Ég ætla bara að taka þessu myndu upp á green screen. Það voru 2 sett sem voru byggð. Það var... 3 held ég. Já, það var... Spítalinn? Já, var spítalinn líka. Ég held það. Alltaf ég las, eða heyrði að það var Shelly's, barinn og íbúðinan Shelly. Því það eru svo margir karakterar. Er þetta að taka upp marga karakterar á green screen. En já, þú veist, og það... hann hugsaði, ok, nú get ég gert þessa mynd og fer til Miller og segir, ég held ég geti gert þetta núna og sýnir hún þetta proof of concept sem er henni byrjunaratrið með Josh Hartnett og einhverju Mally Shelton. Þannig að, já. En heldur þú að þú haft meira gaman að þessar mynd ef hann hefði sleppt green screen dótinu og haft bara allt svona location og svona? Nei. Það er ekki sama mynd. Nei, samanlegar. Þú veist, það að hún sé svona ótrúlega svört, hún er ekki bara svartkvít, hún er bara svört og hvít. Það er svo lítið af gráum tónum og allt þetta litasplass inn á milli, þú veist. Geðveikt. Það er svo vel notað, svo sparlega notað. Það er geðveikt. Það er svo einkennandi fyrir þennan heim og þú veist, nei, það væri enga veginn sama myndin og bara tekin upp í svart og hvítu, þú veist. Bara eins og á filmu og með settum og þú veist, það væri ákveðin túlkun og ég hef ekkert að móti að fólk túlki hluti á sinn hátt en þetta væri ekki eins bara svona það er ekki sami fílingur. Nei, enga veginn og ef þú ert að tala að fer út í, þú veist, hversu tryggar aðlaganir eru sem að mér veist stundum vera búlsitt og stundum á rétt á sér en þetta er bara með þeim tryggari aðlugunum. Ég meina, hann notar henni bara því þau gera nú oft svona storyboards sem eru ákveðið teikmyndsög fyrir bíómyndir að það taka ára upp. Einmitt. Og þetta er henni bara storyboard, það er bara reddi. Einmitt. Og þeir nota ekki bara rammana. Nei. Heldur er þetta bara sama dialóg. Þetta er word for word, sko. Já. Og hann tók upp miklu meira heldur hann er í loka útgáðan af myndinu, sko. Sástu Ókliftu? Já, ég kýsa bíótgáðan, sko. Já, ég líka. Snorri, hann náði í fyrir mig, við vorum að horfa hana daginn. Hann náði í Ókliftu, hann ekki vil horfa hana. Nei, ég vil, þú veist, af því að þar í Ókliftu útgáðan er bara fyrsta saga, önnur saga, þriðja saga. Já. Mér veist alltaf lagi að klippa upp byrjunaratrið með Hartigan og Nancy og svo klárast síðan í lokin, þetta rammar myndina svolítið inn fyrir mig, sko. Ég er sammálaður. Smá svona bookends. Já. Mér finnst það koma vel út. En eins og með þessar sögur, það sem enginn allar, það er ákveðin stíl og það er ekkert um útlitið. Nei. Ég bara tala þessu hörðu gaurar, þetta voice-over. Það er rökkur mynda. Já, það er svona noir. Og svona, hvað kallar þetta? Svona hardboiled. Já. Svona pulp, svona hardboiled pulp dæmi. Akkurat. Hvernig fílar það? Þú veist, yfirleitt er ég ekkert eitthvað að sækja í það en þetta sá stíl hendar þessum heimi ógeðslega vel.
Þetta tímalausa 40, 50, 60 tím, einhvern veginn lúk og þú veist þessi andi og og hann einhvern veginn að blanda sko í þessari mynd þá þegar ég sé hann, þá ég að tala Miller Rodriguez svona, þetta mix, hann að blanda þetta saman einhvern gamlum bílum svo með nýjar byssur eða þetta svona allt blanda ekki saman þessi grautur sem Sin City alltaf áhugaverður en hvernig fílar eins og gæjarnir í þessari mynd þú veist, þeir eru alveg ekstrím þeir eru svo svalir, þeir eru svo harðir og konunur í þessari mynd það eru svalar það eru sexy þetta eru erkitýpur, rosa mikið það er engin einhver average Joe það er engin venjulegur á það nei, það er engin venjulegur það er engin karakter sem er eitthvað bara vinnur í búð og þú veist, nei, þetta er allt rosa mikla erkitýpur mann finnst líka bara allir karakter í þessari mynd og ég bara ímyndi mér allir sem búið Sin City þeir eru bara svona einstakir og að upplifa sinnar eigin sögur og eitthvað svona, það er svo mikla fígur einhvern veginn og karakterar karikatúrs í rauninni algjörlega, en mér er þetta svín virka algjörlega, þetta er að því þetta er allt eitthvað svo ekstrím að þá, ef þetta væri ekki svona ýkt að þá myndi þetta bara einhvern veginn falli skuggan af umhverfinu og af þú veist, ég samanlega, en nú er þetta 3 sögur svona aðalega, fyrsta sagan heitir The Hard Goodbye númer 2 er Big Fat Kill og 3 er That Yellow Bastard áttu uppáhalds ég var með þetta að íhuga þetta ég held að That Yellow, nei ég held að þetta baka nei, ég get ekki getur ekki valið ég reyndar áttu uppáhalds karakter Marvin alltaf uppáhaldið mitt sko Hard Goodbye er best já, ég held að Hard Goodbye er best Marv er svo hann er svo mikið, ég elska hann ég myndi þau ekki svo vænt hann þú veist, af því hann er harðasti móðufokkar sem er til hann er algjör mamasboy hann er það hann er þvílíkur mamasboy og elskar, þú veist, bara með litla krútlega hjarta sitt, skilur, hann er svo Lenny eða eitthvað, bara einhvern veginn svona einhvern veginn, hann er enga veginn aumingi, en bara svona gentle giant er gott orðið við hann, sko en svo er hann alveg algjör psycho fucking brutal, sko ég elska þetta, af því að, sko, en förum aðeins yfir þessu sögur, svolítið svona í röð af því að það sem ég svo gaf þessa mynd að þegar hún byrjar, þá ertu með hennan legumorðingja sem Josh Hartnett leikur mér finnst alveg töff byrjun svo kemur Hartigan, Bruce Willis sákabli, svona smá partur af hans sögu ég man þegar ég sá hann í bíó sem þetta er bara eina af mínum uppáhalds bíóferðum ég fór á Nexus fórsýningu pabbi með mér pabbi dýrkaði þessa mynd og við sérst vorum að horfa á hana og ég man þegar það voru búin þessar þetta er kannski 10 mínútur svona fyrsta og ég sagði mér, ok, þetta er alveg fínt en ég var ekki að pissa á mig mér fannst það var svolítið styrð til að byrja með, sérstaklega Hartigan-dótið þessar fyrstu 10 mínútur svo byrjaði Marv þá var bara ekkert aftur snúið nei, af því það er líka bara strax balls to the wall þú veist, það er bara, ok, það er verið að freyma mig fyrir morð og bara leið byrjar atburðarásin og hann bara eitthvað neginn bomba sér út þess að dyr bara drepur eitthvað neginn og þegar hann það sem er bara svo cool er að þegar hún byrja myndin með Marv, mér finnst hún byrja þá þegar Marv kemur Hard Goodbye, þá finnst mér virkilega að byrja myndin já, ég skilði, mér fannst þú samt alveg þurfa en að kapla til að kynna maður fyrir þessum heimi já, ekki miskilja mig ef hún hefur byrjað þarna já, ekki miskilja mig, ég er ekki að sleppa þig en það eru nokkri hlutir í byrjunni og þegar ég sé byrjunna mér varst Josh Hartnett dótið það er meira svona epilogue, prologue segi ég og mér varst hann fín mér fannst þetta pínu styrt með Bruce Willis og Michael Madsen Michael Madsen að delivera þessa línur þarna já, ok pínu styrt, Bruce Willis líka mér varst að vera betur til þess að leiða á myndinu þegar að koma hans sögu en Mickey Rourke sem Marv og líka bara þessar setningar sem hann er með mér finnst hann langbesti leikarn í þessari mynd þú veist, röddin hans, ertu ekki að djóka að því nú, þú veist, það sem er ekki í myndasögum miðlinum er hljóð já, góða punktur þú veist, og þú farið kannski texta sem segir krakk, eitthvað og eitthvað dratt og eitthvað svona lest það bara og svona ok, já, það eru þessi læti og hérna stundum fá talbublunar eitthvað svona óreglulega lögun og kannski er ítalisegaður textin það er einu upplýsingar sem farið raddbeitingu öskur eða eitthvað slíkt sko. þú heyrir ekki raddirnar en þú veist Mickey Rourke, þetta casting er
perfekt. Ég vil líka segja það að þetta örugglega besta framistæðans Mikki Rósk. Já, 100%. Bara frá upphafi. Ég hef ekkert séð alla myndina en bara ég veit alveg að það ekkert sem toppar þetta. Nei, ég bara ekki hægt. Hann rosalega í þessari mynd. Að því ég fór að pæla, ég ætlaði líka að spyrja því það, að því að í þessari mynd þá taka svolítið setningar úr teiknimyndasögunni. Já. Og eins og þú sagði, þetta alltaf þessu miðlar. Og sumt sem virkar fyrir bók eða teiknimyndasögu virkar ekki stendla fyrir bíómynd. Okay. Og mér fannst eins og þetta dialóg sem í teiknimyndasögunum, þetta svolítið svona hardcore, þetta noir, allt þetta, hardboiled dæmi. Akkurat. Mér fannst það töff þegar maður lesa það. En mér fannst það pínu svona með Hartigan hann í byrjunni. Mér fannst þess að það væri ekki alveg, mér fannst bara svona að þeir kannski þurft að breyta þess dæalóginu fyrir, mér fannst þeir ekki alveg púlla, þetta er bara mín skoðun. En Mikki Rourke, hann selur allar setningar í þessari mynd. Já, algjörlega. Bara ekki spurning. Algjörlega. Og þú veist, svo einhvern veginn, það líka að skrifa eitthvað eins það. Að atriði til dæmis þar sem að hún Lucille þau eru saman í fangaklefanum þar sem að Kevin búin að nappa þau saman og hún að segja hennum frá ádáfin hendina og angistarveinið sem kemur upp úr henni he made me watch þetta langa öskur þú veist, það í kvikmyndasögun í myndasögun þetta nær yfir 2 þil, skilur, þetta svo mikið öskur hjá henni að þetta og þú veist, þeir bara ok, þetta greinlega eitthvað sem mjög öflugt og það þurfum að gefa þessu tíma alltaf. Já, og þau gerðu það í myndinni. Algjörlega, og ég líka tempóið, þú veist, það ekkert, þú veist ekkert alltaf hvernig tempóið í myndasögum, þú veist, þeir reyna að ramma kannski rétt inn, allir eins og þá aldrei þannig tempó, en svo komið langir rammar, þá ertu með svolítið ok, þetta löng senaskot, skilur hvað sem þú kalla heilblaðsega bara af þetta þannig að þú veist að túlka þetta rétt hversu mikið tíma hlutinu þurfa að taka það er ákveðið listið því sko. Maður verður ekki að gefa Rodríguez svona smá kredd fyrir það að því þó hans að taka þessa sömu ramma þó Frank Miller hafi svona innan gerðslega bara leikstýrt myndinni áður en myndin var gerð þá þarftu samt að setja allt saman. Þú þarft að klippa þetta saman. Þetta þarf að flæða. Algjörlega. Og mér finnst þetta bara skít virka og það eru svo mörg atriði í þessari mynd sem eru töff. Það svolítið síðan ég hana. Ég horfði hana fyrir podcastið og ég var bara eitthvað, þessi mynd bara ennþá drullu töff. Já, nefnilega. Hvernig finnst hún að velst? Bara vel, þú veist. Það ekkert við þú veist, tæknilega hliðin bara, af því það hefur engin annar gert þetta. Kannski beint svona. Ekki beint svona, þú veist. Nei. Það var margir notað náttúrulega svipað tækni en þetta útlit svo einkennandi og það svo, þú veist, maður getur ekkert mikið búið þetta við neitt annað. Nei. Nema mögulega framhaldsmyndina sem ég langar ekki að fara út í þá sálma í dag. Nei. Ég ræði manna aðeins í endan. Kannski í lokin. Aðeins í lokin. En já, þetta alveg magna hvað að náði einhvern veginn að taka teiknimyndasöguna og setja hana bara á hvítu tjaldi. Það bara magna hana. Það ótrúlegt. Þú veist, mér finnst kannski Watchmen líka pínu hafa náðu þessu. 300 líka. 300, alveg saman hvað finnst það mynd, þá hún mjög lík sögunni. Hún mjög lík, sko. Já. Það Frank Miller líka, ekki? Jú. Já, og mér finnst Watchmen, það sko, ég var bara, þegar ég las Watchmen, ég hugsaði, hún, Alan Ackerman, bara alveg eins og hún Silk Spectre í bókinni. Það var eitthvað svo, man alltaf eftir það róksla líka. Já, það algjörlega. En munurinn samt að í Watchmen, hann var ekki alveg eins nákvæmur og Rodríguez upp á að taka alveg upp á bókinni. Nei, hann meira að nota kvikmyndaformið þar. Hann ekki að eftir herma svona mikið. Nei. En meiri alveg, já. Já, í Sin City? Nei, í Watchmen. Í Watchmen. Hann meira að nýta kvikmyndina og ekki eins mikið að reyna að gera kvikmyndaða myndasögu. Nei, og hann svona breytti inn í svona svolítið. En þarna þetta bara, mér finnst alltaf jafn ótrúlegt. Hvað þetta líkt bókun með Sin City? Ótrúlegt. Og þú veist, þetta samt ekkert, það ekkert, ég veit ekki hvort ég myndi segja að það væri betri en að lesa bókina, skilurðu. Þetta bara fangar sama andrúmsloft og í bókinni og en þú veist, en svo hefur maður samt sko þannig kraft sem á bakvið allar hreyfingarnar, þú veist, að því maður hefur hreyfingu og eins og nú veit ég að þér finnst ekkert endilega jú, þér finnst það kannski cool þegar einhverju skotin og hann, þú veist,
hendist aftur á bak. Þú elskar það. Ég veit þetta er ekkert raunverulegt, en ég elska það. Það er svo mikið power í þessari mynd. Já. Þú veist, þeir bara, ok, við ætlum bara að gera þetta ógeðslega powerful. Og bara hafa gæja sem henda, og bara bílarnir hoppa bara einhvern veginn, þú veist, og lætin í öllu og þú veist þetta, bara með því að hafa hreyfingu og hljóð, að þá einhvern veginn þú nær að magna þetta? Magnar þetta svo mikið, kemur auka vitt og Þetta er líka perfekt fyrir fólk, eins og Bob Mindelimis. Hann er ekki að lesa teiknimyndasögur. Nei. En ég er alltaf að segja við hann, og ég sagði þetta henni bara í mörg ár, að ég hef búin að lesa teiknimyndasögur svolítið lengi. Ég er alltaf að segja hann, pabbi, það eru svo geggjaða sögur í teiknimyndasögum. Þetta er ekkert bara eitthvað barn og dót. Svo það Sin City kom út. Hann elskar Marv. Já. Bara örugglega meira en ég, næstu, þó ég geti sitt og ekki hann. En hún var alltaf geggjuð saga. Bara þessar 3 sögur. Geggjaða sögur. Og með Watchmen líka. Hann dýrkaði hana, hann elskaði 300 og þá sagði hann líka bara, pabbi, þú fílar myndasögur. Þú fílar teiknimyndasögur. Þetta eru sögurnar. Nákvæmlega. Og það er ekkert búið að breyta þeim. Það er svo margt að mitt, fólk sem er bara, þetta er bara fyrir krakka og unglinga og eitthvað, þú veist að þetta eru teiknimyndasögur. Þetta er ekki Andersblöð, skilurðu. Nákvæmlega, þetta er ekki Andersblöð. Þetta er skáldverk sem bara er öðru sem miðill, fattur, en ekkert verið sögur. En hefðið þú viljað, ef þú fengið að ráða með Sin City, að þetta er 3 sögur, hefðið þú kannski viljað ef hann hefði kannski bara tekið Hard Goodbye með Marv, sleppt hinnum 2, gert hann að full length movie? Já, og sett eitthvað meira í hana og fengið Frank Miller til þess að búa til eitthvað fyllingar og dót og... Nei, ekkert endilega. Þú veist, af því það var ekkert mikið sem þurfti að klippa frá. Það var rosa mikið bara narration, Marv talar, eða þú veist, það er rosa mikið texti sem hann er að tala ég lífið mitt er svona og þú veist, það er kannski 2 atriði sem eru klippt út eða eitthvað. Ég held að hefði ekkert... Þú veist, fílar svona stuttarsögur, eða styttri sögur. Já, í þessu tilveiki en ég bara, þú veist, að því mest hann kom allir frá sér sem hann þarf að koma frá sér. Já. Sagan kemst alveg til skila, það er alveg gomma af persónusköpun. Það er bara málið, og á stuttum tíma nær hann að gera helling. Algjörlega. Bara eiginlega með alla kartinu, eða flestu. Marv til dæmis, hann er rosa mikið svona andhetja. Hann er enga veginn góðu gæði, skilurðu. Enga veginn. Og er bara svolítið brútal og ógeðslegur og þú veist, maður er ekkert alltaf ógeðslega hrifin af honum. Hann er svolítið skítall inn á milli. En þetta redemption arc, skilurðu, að vera að bjarga, að þú veist, að hefna sín fyrir hefna þessar gleðikonu sem hann svo var fjá 1 skipti. Og bara, hann elskaði hana. Já. Lítla hjartað hans. Af því hún var góða. Já, nákvæmlega. Þannig að, þú veist, já, það er nei, ég er ekkert þess að 90 mínútna mynd bara það hefði ég var til í þess að kött af henni sem er langt og þú veist, það er náttúrulega í extended versionu svolítið lengra kött. Já, ég hugsi ég ekki vilja að hann hefði að það sem mjög lengur töff þessu mynd er að þjótt mista 3 sögur hún er alltaf skemmtileg. Já, það er nefnilega alltaf eitthvað að gera, þú fær aldrei leið á henni. Nei, það er aldrei eitthvað svona, ok, nú ætlum við að taka spá tíma Nei, ekkert fillerdótt. Bara allan tíman og það er allar vel peysa söguna sjálfar. Ef þú myndir líta alltaf sem, þetta eru næstu bara svona 40 mínútna segment, já. Cirka 40 mínútna sögur. Já, mér finnst það bara, ég hugsaði með mér á því ég var að keyra enga og ég hugsaði með mér, hvað er ég að fara að segja Sin City? Annað en að hún er bara ógeðslega töff. Nákvæmlega, maður getur Já, ég veit að ég er meira að grínast. En já, mér finnst það bara svo töff. Ég geti talað um því allan dag bara, hún er cool, ég elska tónlistin er geggjuð. Tónlistin er mjög góð, hún passar svo vel inn í. Algjörlega. Það er þessi noir feeling, bara saxafótn og bara svona þú veist þetta ég bara dyrk þetta sko. En ég ætla að segja eitt árið glemmi með Marv hann er svona antitja og hann er eitt svaklega góður. Það er svona eitt við hann sem lætur okkur svona aðeins svona halda með honum af því ég var að tala um þetta við Kíló, það er Kíló-kóntið mín að menn þurfa að vera með eitthvað svona kód. Já. Hann segir í myndinni þegar að Old Street, Old Town stelpunan á honum þá segir hann bara eitthvað að hann er bundin niður svo kemur ljósa, hann er alveg getað að slappa hvernig sem er hann leifið þeim að berja þessu og allt hann segir bara að hún spyr, akkur tókst ekki byssun að mér þá hef ég þurft að með það og ég með ekki stelpur I don't hurt dames já, hann segir það, þá bara svona strax já ok, hann er með eitthvað kót hann er ekki algjört ógeð þó hann sé síðan algjört ógeð við vondugæðina já, akkurat það er, já, og hann er svona já, antetju, þú veist þetta þessi frakki minn með allt á Batman til dæmis, sko. Já, þetta er svo skikkja. Þetta er skikkja, sko. Já. Þetta er svolítið, já, hann er líka bara þetta er plástar, ég veit ekki fólk sjá þetta henni í stúdíónu, en
plástrarnir á honum. Þegar hann allir plástrar og þeir eru allir hvítir plástrar, ég dyrka. Það svo cool. Og ég líka elska make-upið. Mér svo töff að setja make-up á Mickey Rourke. Hann lítur út bara eins og Marv. Þó hann sé minn en hann. Marv á að vera svona stór og sér bara styttunni. Hún fucking stór. En það skiptir ekki máli. Nei, það skiptir ekki máli. Hann fucking þykkur, sko. Já, og þú bara creepir. Hann er með röddinn hans og... Hann svo powerful. Það allt við hann sem bara, þú veist, fokkar ekkert í þessu gæja. Hvernig varst að fíla Elijah Wood? Mér finnst það mjög flottur, sko. Hann creepy í þessar mynd. Hann það. Hann nær því. Þetta, þú veist, þetta bara 2 árum eftir Lord of the Rings, fattur þau. Hann ennþá bara litla hjartagullið okkar, elsku Frodo, skilur við. Svo kemur hann upp bara eitthvað algjört creep. Já. Og mér finnst svo ballsy move að ráða hann. Já, sammála. Af því hann bara, þú veist. Hann svo góðlegur. Hann svo góðlegur, en þú veist, sérstaklega þegar hann á stutt eftir, sko, og hann bara situr þarna með þetta creepy litla bros. Já. Og bara, þú veist, að því hann svo svipriðalaus, þú veist, hann sýnir enga tilfinningar. Engar, og hann talar ekki. Og hann talar ekki, og það bara svo chilling eitthvað, maður bara svona, hvað að? Og líka bara neglutuna sér svona lengri, mér varst peysan hans líka einhvern veginn. Einmitt og svo skór og gleru, þetta allt bara einhvern veginn, þetta er svo líka góð persónusköpun, skilur við. Bara hann talar ekki, og hann einhvern veginn tjáir sig ekki neitt. Nei, hann á samt að vera með englarödd, samkvæmt hann á með englarödd, bara, ok. Mér varst það líka creepy að hann segir það. Já. Ég heit a voice of an angel, segir Rödd Gráður. En það er geggjað karakter. Hann er mjög góð karakter. Kevin. Það er bara svo töff hann segir ekki neitt. Einmitt, það er bara, þú veist, það er alltaf svolítið creepy þegar einhver bara, þegar morðingjar segir ekki neitt. Já. Þeir eru silent, þeir eru ekki eitthvað, vera með eitthvað langt monolog á hann, þeir eru alltaf að drepa alhetuna, heldur bara, nei, ég er ógeðslegur og ég veit það. Og það er líka svolítið cool að hafa hans í vondaka þennan móti Marv, af því að hvað með gæði sem Marv, reisastór, massaður einhver, hrotti, ekki koma með annar sem eins sem aðeins stærri. Nei, nákvæmlega. Það er, þú veist, ég kom með nóg að því að sjá 2 rotta berjast og vera einhverjum fair fight og fyrst eitthvað stundin, þú veist. Það er samt stundum gaman. Það er alveg gaman, en þetta er svo... Óvænt. Já, og þetta gerst svo vel. Samanlega. Af því að, já, hvernig Kevin, hann er svo allt öðruvísi, hann er meira með eitthvað svona strategíu og þú veist, bara svona, hei, ég ætla bara að hoppa hinga og gera, þú veist, vera eitthvað svona nimble sem að Marv er klárlega ekki, sko. Nei, og hann líka, þeir eru báði brútal, en samt ólíkan hátt. Mjög. Og líka þegar Kevin er mannæta. Já, fucking ógeðslegt. Það er ógeðslegt, með hausana af vændiskonum í herberginu, bara taka höndin af. Hvernig fílar Carla Gugino? Carla Gugino ég elska Carla Gugino, sko. Ég líka. Mér finnst það mjög góð þessar mynd. Hún passa svo vel inn heim. Hún er svo glæsileg kona að það er bara svona mega bara sens. Hún er bara, sumir eru bara sexy. Hún er bara sexy. Einmitt, hún verður sexy þegar hún er, þú veist, 8. Hún er sexy í dag. Já, ég meina, hún er bara, já, hún er klassisk, sko. Það er eitthvað við hana. Mér finnst líka Eva Green hafa þetta svona. Ég er skotin henni, ég veit ekki það. Hún er 2. Já. Hún, þá mér finnst þá 2 umuleg. Það var samt Eva Green, hún er sexy líka. Já. En Carla Gugino, hún líka er einhvern veginn... Það eru svona classically beautiful, fattar ég. Það eru bara, þetta eru svo flotta konur einhvern veginn. Og ég gef henni kredit. Hún er berbrust í þessari mynd. Já. En Jessica Alba sagði nei. Ég veit það. Af því Nancy kallaði hann í sögunni. Hún er berbrusta. Og stripa. Hvernig fílar Jessica Alba í þessari mynd? Ég fíla hana. Mér finnst hún bara... Yfir höfuð. Mér finnst hún vera Nancy, skilur þú. Já, og yfir höfuð fíla ég Jessica Alba, sko. En bara að því þetta var eitthvað, mér fannst hún ekki hafa verið í einhverju svona áður. Svo ég muni allavega, mér fannst hún eitthvað svo heilstift. Fullorðsdótið eða? Já, eða þú veist bara svona einhverju ofbeldisfullu og þetta er svo noir og þetta er svo, bara svona gritti að þá einhvern veginn fannst mér fannst hún eitthvað svo saklaus og ég sagði, wow, flott, hún er með reyns, cool. Já, ég er bara að fíla hana líka. Af því hún er ekkert ofalega hjá mér yfir einhverju leikonu sem ég fíla, en mér fannst hún alveg náðu, sko. Já, hún selur þetta 100%, sko. Af því þessi karakter, hún er líka svolítið saklaus. Já, hún er ekkert, þú veist, hún er ekki eins og hún hvað er sýstirna Goldie, sorry. Wendy. Hún er sem, þú veist, ógeðslega cool með byssundar sína, eða hórunar í Old Town, fattur þau. Já. Þær eru ógeðslega töff, þú veist, þær eru svala, sko. Þær eru svo cool, sko. En Nancy er bara, já, nei, ég er bara eitthvað að reyna að strippa og vinna fyrir náminu mínu og bara ógeðslega næs, komdu inn og fáðu bjórmarf og eitthvað, þú veist. Hún er bara næs. Varst að kaupa hana
sem strippara á svona stað. Já. Já. Ég held, þú veist, fullt af fólki strippar bara til þess að eignast pening, fattur. Þurfa ekki að vera einhverjar dræsur eða einhverjar... Nei, bara pæla, fannst hún vera einhvern veginn að hún rosalega andlitsfrí. Já, ég skilði, já. Skilur hvað við, svona... Já, ég veit hvað mér, já. En ekki það, ég keypti hann alveg. Í þessum heimi? Ég segi það. Já, algjörlega. Og líka því að Nancy átt að vera svona ekstra, skilur. Hún átt alveg að vera eins og Jessica Alba sem maður bara svona, wow, þetta er svona falleg kona, falleg stelpa. Akkurat. Mér var svona alveg púlað. En veistu af hvernig heitir Nancy Callahan? Nei, maður ekki. Út af Dirty Harry. Dirty Harry, heitir hann? Hann heitir Harry Callahan. Vissu það? Trivia. En vissu þú að Clint Eastwood, að Hartigan er svolítið byggður á honum? Já, það? Þeir vildu fá Clint Eastwood þess að leika hann. Okay. Það hefði verið klikkað. Það hefði verið fucked up, wow. Hefðir ekki fílað það? Jú, þú veist, alveg potið, hann bara, hann er alltaf gamall hann. Jú, en Hartigan á að vera gamall. Hartigan á að vera gamall, pushing 60, já. Hann á að vera tölvöld eldri, ég held að mér segja að vera 68 ára. Jaha. Já. Ísast að því að hann gerst alltaf 8 ára setna. Það er rétt. 68 ára. Bruce, já, hann er, já. Hann er ekki 68 þannig að tók hann upp. Nei, einmitt. En svo fyndi, ég tala svolítið textatengsl, en svo stendur þetta. Og textatengsl, það eru bara svona, þú veist, mismunandi, við tölum texta, þú veist, við tala þetta, þessi mynd er texti, og svo er, já, bara á milli listaverka og svoleiðis. Og ég vitna að ég skrifa svolítið skilur, hvernig til dæmis það að hann hafi leikið John McClane þú veist, það ljáir honum svolítið svona, jú, þú veist, það selum hann svolítið, já, hann er geggja flottur detektiv, fattur þau? Já, viltu meina það reynslans Bruce Willis að því að leika John McClane? Ekkert endilega reynslan, heldur bara hvernig við þekkjum hann. Já, ég meina það. Hvernig við þekkjum hann, að það hafi hjálpað okkur að kaupa hann í þessu hlutverki. Er það um það? Já, ég held sér rétt sér. Og já, þannig og margt annað sem, ég man ekki, ég var skrifað rosa mikið textatengsl hingað og þangað, fór ekkert langt með það, en og þú veist líka það að Tarantino gerir myndir hefnd, og hann leikstýrir litlu atriði þarna, það sem hann var svona, ok, er hefndar þema dýpra, bara þegar við vitum að þetta er Tarantino, svo er þetta allt sem við vitum að þetta er Tarantino, en bara eitthvað svona áhugavert spá í, hversu djúpt textatengslinn fara með mann ef ég spá í leikurum til dæmis, þú veist, þess að maður hugsar alltaf litla Elijah Wood sem bara svona saklusan gæja, en svo er hann bara ógeðslega creepy og þá ertu svolítið að snúa þessum væntingum á haus. Sem er geðveikt. Sem er ógeðslega skemmtilegt, sko. Mér finnst það enginn svolítið sem mynd, af því að hún er kannski ekki alveg svona típisk að mörgleiti og kannski aðrir hefðu gert hana öðruvísi. Alveg pottjætt, sko. Og ég bara elska að Rodríguez hafi bara fatta, herru, þetta eru cool bækur, gerum bara bækurnar. Já, akkurat. Ekkert að breyta þessu til þess að breyta þessu. Nei, til hvers? Nei, nákvæmlega. Og svo maður setningar þessar mynd líka eru geggja svalar. Já. Það voice-over og svona. Skrifað, fattar þau. Það er það. Einmitt. Hvernig varst að fíla? Við erum frá Spoiler Sin City. Það ef einhverjur er að horfa á það. Hún kom út 2005. Ég er að segja það, 15 ár. Nákvæmlega, drífa sig. Og í lokin á Sögunarsmar, þá var hann drepinn. Settur á ramastólinn. Já. Varst ekki pínu byrjuð? Eða svona pínu svona, djöfull. Nei. Ég var þannig. Varstu það? Já. Mér fannst svo cool bara, þú veist, hann pínu gerði þetta svona megin forsendu, hann bara, hey, I haven't got all day. Já. Og þú veist, og svo eitthvað, that's the best you can do. Ég meina, hann dó á mest marfhátt í heimi. Reyndar. En þessar bækur og þessar sögur, það enda ekkert vel. Nei. Engar af þeim enda vel. Þetta er þessi heimur og þessi stíll, þessi bóka, þessi genre, þú veist, þessi hardboiled detective novels, það enda voða oft illa. Og þessar noir myndir eru oft mjög heartbreaking í lokin. Þetta er svona allt, og bittersweetanar kannski að bjarga konunni, en svo deyr þú í lokin sjálfur, sem, já, þannig að mér finnst alveg þetta passar, sko. Ég vil þá 10 margmyndir. Já, ég skilði þið, já, ok. Skilur þið, ég var bara svona, hann er svo geggjasvalur, þetta er bara einn harðastur, ég held að þetta sé harðastur gaur, sem ég hef bara séð í bíómynd, sko. Það eru fáir sem myndir toppan, sko. Já. Ég get ekki svona, í fljótu bræði hugsa mér eitthvað sem að myndi vinna Marvel-slag, fattur þið? Nei. Án þess að vera ofurhiti eða eitthvað. Já, nákvæmlega, bara eitthvað Superman eða eitthvað, en hann er hálfpartinn næstu ofurhiti sem er. Já, nákvæmlega, hann er svona semi-mythical eitthvað, og svona þetta styrkir þessa Batman-tengingu sem hann hefur við, hann bara engir að fara að taka Marvel, sko. Þú veist, það er bara nokkur aðdæðana, eins og þegar Hitman-gæðinir koma eitthvað að taka hann á pöpnum,
fara með út og hann var að tala bara hann elskar leigumorðingja, þú getur bara gert hvað sem við á þess að fá samviskubit. Já, akkurat. Bara þessi setning, svalar á ensku, og hvernig að rústa þeim. Svo gott. Drepu þá báða, tek frakkan á öðru. Maður bara eitthvað, yes, maður bara fagnandi. Já. Ég var þannig í bíón, og ég var ekki fagnandi, skilur við, með hendur upp í lofti. En bara svona já, inni mér. Ég var alltaf með stórt bros allan tíma hóla sem mynd. Og ég er svo glaður að það ennþá dag í dag. Það frábært. En ef við fyrir maður þessi Big Fat Kill. Já. Með Clive Owen. Mér finnst hann svo góður í þessari mynd. Finnst hann góður? Ég dýrka, ég var aldrei eitthvað mega Clive Owen fan, en bara eitthvað eftir ég fór að horfa svona mikið á þessa myndin og horfa á hana miljón sinni og skrifa sér ritgerð. Mér finnst hann svo, mér finnst hann skemmtilegur þessari mynd. En þú myndir samt segja að Marv væri uppáhalds. Já. Er Clive Owen ofalega höfður? Dwight, Garden House? Já. Jú. Og þetta er ekkert eitthvað uppáhaldssaga mín. Ég myndi setja hana neðst það sem þreymur Ég líka. En já, það er eitthvað cool við hana því hann er svona hann er ekki eitthvað overtly tough eins og þessi gæði. Nei, hann er bara cool. Hann er svona cool, já, akkurat og hann er bara svona að reyna, hann rókislega mikið góðu gæðin er svo góður og hann er alltaf eitthvað neginn, hann bara, fuck, ég draf löggu ég ætla, þú veist og ég involverið þessar stelpur, ég ætla bara að reyna að redda þessu í staðan fyrir að vera bara, ok, þetta er eitthvað vandamál bye, þú veist, hann er rosa góðu gæðin. Ég er bara ég er bara að hugsa alltaf mikið um þetta, því ég er bara að sjá þessa mynd miljónsinnum. Ég fór hana 5 sinnum í bíó. Vá, ok, ég veist það ekki. Ég sá hana 5 sinnum. Ég dýrka þessa mynd. Já, ég heyri það. Ég meina, ég á marstittu, ég á bækurnar, ég á risa póster heima, sem er reyndarinn í geymslu núna. Ég fekk kannski ekkert sem að setja ég setja hann upp í herbygginu mínu. Herbyggi stráksins, þegar hann fæðist? Já, nei, það verður ekki herbyggi hans. Nú, var hann fær kisaherbyggi. Haffið með herbyggi fyrir kísurna sínar í íbúðinu sinni. En ok, allavega, ég á alls konar svona sinnsýndótt. Ég átti 2 bóli, ég bara dýrka þessa mynd. Og ég keypti mér þess að út af Dwight, Clive Owen, ég keypti mér rauða Converse. Það er svo cool, hann er rauðum Converse. En ástæður ég á það ekki í dag, og ég átti á í mjög stundum tíma, þar þegar Converse er ekkert þægilegir skór. Finnst þér ekki? Hræðilegir. Dýrka Converse. Þeir eru flottir, það er ekki þægilegt að gangi. Dýrk, ég verð alltaf að eiga 1 par af hvítum Converse skóm. Það er eitthvað sem kaupin aftur og aftur. Finnst þér þægilegt að gangi? Já. Mér finnst ekki glada. Ég gaf bróðum minn og gott fyrir hann á 100 Converse skó. En Dwight sem sagt seldiður þá hugmyndið það verið cooler rauðum Converse. Já, hann er í rauðum Converse myndinni. Það er svo töff. En ég ætla líka að segja eitt með Clive Owen og Dwight. Það sem ég held að sé svolítið töff við hann. Ástæðan manni finnst það cool, en öðruvísi Marv. Það sem selur mér það er hvað hann er rosalega örugur. Já. Hann er með svo mikið confidence, sjálfsöryggi. Það er algjörlega. Þetta fyrsta atriða sem við hittum hann inn í íbúðinni hjá Shelly. Það sem hann bara liggur við 5 gaurar fyrir utan. Einmitt. Og hann er bara með þetta cool, calm, collected, bara svona, þú veist, super, hann er æðislegur. Ég veit það. Það er einmitt, það er alltaf það sem ég held það. Ég fór að pæla sérstaklega í þessu núna, því horfði hana. Að þegar Shelly er í íbúðinni og það eru óþokkar að reyna að komast inn til hennar. Þar maður Benicio del Toro. Og maður heldur fyrst þessu einu íbúðinni. Svo heyrum bara að það kemur eitthvað lappar upp að henni, aftan. Gekkja smúð. Og hann er Clive Owen. Og Clive Owen er líka bara svo góður leikari. Að þegar hann kemur og hann segir bara, það er bara hurna. Og það sem er líka töff. Þetta er bara klift hannig. Maður heldur fyrst þessi bara 1 gaur fyrir utan íbúðina. En þeir eru 5. En Clive Owen veit það. Já. Hann nefnir það. Hann segir hann er frammi, fullur, með 4 vinnum sinum. Hann vil samt leipaði minn. Já, hann er mjög sjálfsöryggur, sko. Það er ógeðslega töff. Þess vegna er hann cool. Af því, hann er ekki eitthvað breiðasti gæinn, skilurðu. Hann er mjög... Hann er confident. Og confident er sexy. Já, það er rétt. Af því myndin er sexy. Og röddina sem líka trullu sexy. Algjörlega. Men hann er ógeðslega flottur. Hann er mjög cool. Og, sko, Benicio del Toro, dýrkan í þessari mynd. Ég líka. Hann hverfur í þetta hlutverk. Þegar ég sé Jackie, fattur þau, ég hugsa ekki, hann er Benicio del Toro. Þetta er einn af þessum leikur sem ég bara svona missi og nýta hlutverk. Já, sammálaður. Þetta er svo, enn og aftur, við tala röddindar og leikunum. Hann er svo, hann selur þetta geðveikt. Hann er geggjaður, sko. Þó þetta sér hún ekki það stórt hlutverk. Þetta er ekkert stórt hlutverk, en þetta er mikilvægt hlutverk. Já. Og hann er, þú veist, eitthvað svona óþakki og hrotti sem hann lemur kærastana sína og er bara svolítið slísbag. Algjör slísbag. Samt ógeðslega cool.
hann cool, líka hann með eitthvað svona sítt hár, hann með þetta gerfi nef og það eitthvað svolítið töff við hann í þessari mynd. En hann hefur svolítið gert þetta, Benicio del Toro, sem leikari. Finnst mér, hann tekur eitthvað sem ekkert svakalega stórt, eins og Usual Suspects. Já, nákvæmlega. Hann mjög eftirminnur úr þeirri mynd. Hvernig hann muldra setningarnar og maður svona, næstu í skilur hann ekki. Ég held að það að vera hans preference að gera það. Minnum að lögregla. Þannig að hann hefur svolítið gert það. Tekið eitthvað svona lítið hlutverk og gert það eitthvað stærra. Mér finnst Benicio del Toro verið jafnvel partur af Sin City eins og Bruce Willis, Mickey Rourke og Clive Owen. 100%. Samt hann ekkert mikið í henni. Nei, en bara hann gerir þetta svo mikið einhvern veginn bara af því hvernig hann leikur þetta. Algjörlega. Þetta er bara svo töff mynd maður. Allt við þessa mynd. Ég get ekki, ef þú mútti segja, Nanna, veldu hvað einn galli við Sin City, ég væri bara klóra mér hjárstum í haldum að. Ég veit ekki hvað ég myndi segja. Nei, eina sem ég myndi segja, bara sem ég kom að hann, og það ekkert galli. Nei. Þetta sem ég fannst svona virkað svona smá styrr þannig í byrjunni. Því ég mani betur þessu, ég upplifði þetta líka í bíónu. Fyndi, ég upplifði þetta ekki. En svo leðum maður byrjaði þá bara öll myndum ekki. En ég alveg samanlega, með Big Fat Kill, miðjusagan, með Clive Owen og þeim. Mér finnst hún síst, þetta er samt alveg fín saga. Þetta er góð saga. Rosario Dawson, hvernig vilja hana? Ég elskar Rosario Dawson. Hún fucking cool í svona. Hún svo cool. Gail geggjaða karakter. Hún bara, ég elskar Rosario Dawson. Og bara hún púla líka. Ég alveg átvittið hennar og þessi hanakambur að hvað hann með þarna. Hún svo cool. Byssum þessu með, hún púlar þetta. Og þegar hún einhvern veginn bara svona, þú veist, einhvern veginn bara, bara elskar ofbeldi og bara algjör móðufokkar, en samt sjúklega sexy í litla leður neta átvittinu sínu, skilur við. Bara fuck. Það var svo cool við hana, að mér finnst hún að þetta átvitt sem hún er alltaf bara átvitt sem er í sögunni, en það ekkert allir frá að púla þetta. Það ekkert nóg að vera eitthvað vel vaksin og púla þetta. Það ekki það sem skiptir máli. Það sem selur þetta, finnst mér verið svolítið að sem selur líka, það sem Clive Owen að selja okkur sem Dwight. Hún svo confident maður. Hún bara ógeðslega cool. Hún alltaf, hún getur hvað, þú veist, meðst hún vera confident og cool í allir sem hún leikur, sko. Já, ekstra þarna. Ekstra alltaf, þú veist, þú getur ekki verið bara ekki gestreng og neta, þú veist, og svona, stímvelum já, þú veist, meðst það svo, að því þú veist, já, að því þetta selur mér svo mikið að þessi karakter sé bara alltaf klætt svona og bara, hún veit hún fáralega heitt og hún bara þvílíkur móðfakar og það bara alveg sama hvað það finnst. Já, akkurat. Ég fekk alltaf það væp. Já. Bara þá hún færi bara út í maturbú, klætt svona. Já, og hún myndi segja eitthvað veina, hún myndi kýlega eins og þetta. Og mér finnst bara svo í lokaðir í þeirri sögu líka. Mér finnst það geða töff. Það ógeðslega töff. Fullt af einhverjum gæjum, einhverjum svona sundi. Svo eru konuna fyrir ofan og þetta skjóta svona niður og hún eitthvað skjóta. Já, hún bara eitthvað hlæjandi með hrískotabissur. Þetta rosalega töff, sko. Það eitt af mínum uppáhaldsatriðum samt, verði ég að segja líka. Þessi mynd full af svona atriðum. Já, einmitt. Og líka Miho. Hún svöl. Hún segir ekki neitt. Það er rétt, já. Hún er svona svo Kevin, nema í góða liðinu. Nákvæmlega. En hún brútal, sko. Það bara teknar af hendur, hausar. Ég dýrka hann í þessa mynd líka. Ég elska hana. Og með þetta litla hakakrossa. Hver er pælingið þar? Þetta var bara í sögunni. Já, ég meina þetta í bókinni. Já. Það lúkar svona eins og hakakross, þessi ninja stjarnar sem með. En hvernig fannst þér atriði sem Tarantino leikstir í bílnum? Nú er hann að spjalla við dáin Jackie. Eða svona ímynda sér þess að spjalla. Mest skemmtilegt. Fannst þér það ofurlegt? Nei, mér finnst það passa, alveg. Þú veist, kannski það því ég er búin að lesa bókina líka eða þú veist. Þú veist það ekkert verið eitthvað svona Þegar ég sá hana fyrst, þetta er bara þú veist að því að hann er bara að tala við sjálfan sig í rauninni. En að fá Benicio del Toro með, það svo skemmtilegt. Já. Það eitt sem var í þessu atrið sem mjög stórt og töff og ég las það á IMDb. Já, trivið þar. Ég held að það kom líka fram í making of. Að Tarantino, það er hans hugmynd að láta Clive Owen segja uppátt. Í restina atriðinu, þá hann að tala löggun sem kom að stoppa sig. Og hann talar, þetta er ekki voiceover. Nei. Hann segir þetta. Ég veit ekki okkur, þetta er svona lítið atriði, mér finnst það geðið töff. Já. Þú veist hvað ég tala um? Hann segir bara... Hann tala bara upp á, bara að tala löggan, bara ætti ég að skjóta hana, kannski er þetta bara svona gauð sem er að borga húsinu sínu og eitthvað.
og ég er bara að tala um sjálf að mig núna já, og bara ég veit að Jackie döður og ég bara ímynda mér þetta og eitthvað allt svona, mér var svo cool að hann sagði þetta ég get ekki útskipt af hverju þetta er ekki voiceover, þetta er ekki voiceover það er bara svo cool það er bara þannig í þessu aðri annars er þetta bara voiceover já, það er alveg mjög cool sko. Hvernig fílaðu atriði þegar hann er skotinn í hjarta og lögummerki stoppar það og sprengjugæðin, írski, hvernig fílaðu hann? Mér finnst það skemmtilegur. Ég ætla að tekja hann úr Sons of Anarchy. Mér finnst hann alltaf skemmtilegur, ég elska hann. Mér finnst alltaf gaman þegar að þetta er alveg skemmtilegur leikari. Þetta er ekkert merkileg karakter, þetta er samt karakter. Þetta er karakter. Hann líka, þú veist, þessi leikari gerir alla að karakterum. Bara, þú veist, þessi eru svo einkennandi og maður svona, ok, þetta er ykkur sem hefur lent í sitt, skilur við. Þannig að ég mist gaman að sjá hann alltaf. Líka þegar hann var írskur. Einhver írskur mercenary, þú veist. Eitthvað svona, var þetta ekki svona IRA-gur? Örugglega. Þegar hann tala um að sprengja eitthvað dót og hann tala um að sprengja eitthvað pub. Það er svona þólar hann ekki byssur og því hann er búin að sprengja fólk. Það var eitthvað eitt byssuskott, hún finnst það ekkert merkilegt. Akkurat, já. Veist, það var karaktersköpun bara í, þú veist, 2 mínútna hlutverk. Já, mér finnst það ótrúlegt. Það er mjög skemmtilegt. Ég held að mér minnir þetta að hafa verið örlítið lengra í bókinni, aðeins meiri eitthvað kringum þetta. Minnir það svona, en hérna, já, bara brilljant að koma ná þessu fram, fattur þau. Svo er einn leikari í Big Fat Kill, Michael Clarke Duncan. Hversu góður er hann? Sem er því miður dáinn. Það er svo sorglegt. Það er mjög sorglegt. Ég maður þegar hann, eða svona er ekki samt 4-5 ár síðan? Jú, örglega. Eitthvað sem kringum það? Nei, það er lengra síðan, af því að hann var ekki 2. Hann var ekki 2, nei, það er rétt. En það eru 3 leikarar í þessari mynd. Sem eru dánir? Já, það er hann, Brittany Murphy, og Powers Booth. Ég held að Powers Booth sé dáinn líka. Það kemur ekki orð, það getur verið. En já, ég sakna það. Og eins og Michael Clarke Duncan, þú veist, þegar maður les söguna, hann er með þetta gula auga, þetta er svo, já, þetta er eitt að skiptum þess að maður sér, já, þú valdir 100% réttar leikara. Já. En það líka, ég held að Robert Rodriguez hafi farið inn í þessa mynd, bara, og verið, þú veist, við verðum að fá þennan leikara, og ég ætla ekki að mála með neitt þar, svo við verðum að fá þessa leikara, og ég held að það er bara eitt fullt af peningum í að fá nákvæmlega þessa leikara. Bara þessa leikara. Hann er rosalega góður inni. Mér er líka töff með auga hans. Af því fyrst í samsmynd, þá vissi ég ekkert hvað það er komið fyrir. Nei. En svona þegar maður les bækurnar, og það kemur þetta fram í A Dame to Kill For í nummer 2, að það er alltaf Marv sem tekur auga á hún. Já, alveg rétt. Það er lent í slag, að því að Dame to Kill For sem er í nummer 2, svo saga gerist á undan, held ég öllum þessum 3 sem er í þessum mynd. Já, er ekki það sem að Dwight fær nýtt andlit og eitthvað. Já. Og mér er svo geðveitt, ég elska það því að hann er alveg harður, Michael Clarke Duncan í þessari mynd, en að Marv hann er harðari, sko. Hann tók auga á hún. Algjörlega. En hvað finnst þér hana hérna með bláu augun? Hvað heit hún? Alexis Bledel, já. Hvernig fílaði þessi leikuna eða karakterinn? Bara karakterinn. Fílaði hana? Mér finnst það sem er svo áhugavert. Það er eitt af þessum skiptum sem eins og svipað með Elijah Wood. Það er hún búin að vera í Gilmore Girls, fattur þau? Bara, og er ógeðslega lítil og saklaus og eitthvað svona, þú veist, og svo bara svíkur hún öll. Já. Og maður svona, ok, þú tussa. Okay. Ég ætla að segja tík, en þú getur að tussa öll. Má ég ekki segja tussa þessum þetta? Jú, þú segja svo vel. Má ég segja kunda? Þú mátt gera það. Þetta er arrætið Too late. En mér varst hún töff. Mér varst það góð karakter. Og ég elska líka svo gerðu augun á henni. Hún er með svo falleg blá augu. Blá augu. Og þeir heldur því, og ég er nokkuð sem það. Hann lék sér stundum með það í myndinni að gera svoleiðsbreytingar. Já. Að því mér minnir að hún sé ekki með svoleiðs augu í sögunni. Nei, það getur verið. Þú veist, já, af því að það eru 2 litir sem eru erfiðir fyrir svartkvít. Það er ljósblátt og já, það. Það er einhverjum 2 litir, allavega ljósblátt, sem bara kemur illa út. Þannig að þá eins og með bíllinars Jackie, hann er ljósblár og hann er litaður og augun hennar bláu eru lituð. Það var einhvern veginn hægt að poppa það betur upp þannig, sko. Já, þú meina að það kannski verið erfiðar að gera það heldur en rauðalitin? Nei, enga veginn. En bara, þú veist, að því að það verður svo muddy oft, bara í svartkvítu. Og það, þú veist, það kemur ekki eins vel í ljós að augun séu rosalega skær eða bara litirnir bjagast einhvern veginn. Mér finnst það bara geggjatöts að hafa blá augu. Og þú segir... Þetta gefur henni pínu innocence. Það gerir það? Já. Og líka þetta er gott casting líka, því sem þú segir. Þetta er stelpan og Gilmore Girls. Hún er svo góð, hún er svo saklaus, svo er hún sem svíkur. Og mér finnst henni verið eiginlega svona drullu saman.
Hún var bara alltaf eiginhagsmuna pælingum þar, sko. Svo bara atrið þegar Jackie þeir koma á bílnum. Mér finnst það geggjað. Þegar keyra, hún lappar svona. Einmitt, og öll hálsmennin sem hún með og þetta er bara nákvæmlega styrr bókinni, sko. Já. Það er bara magnað hvað ná þessu. Það er bara skot í bókinni sem bara, eins og við alltaf tala með, þessi mynd er bara fáralegt. Hún er bara beinþýðing, sko. Beinþýðing. En hann hefur sagt sjálfur, Rodríguez, að hann líti ekki á þetta sem adaptation heldur translation. Já, einmitt. Og ég held líka, eitt síðan ég hafði ekki tekið þetta fyrir nýja horfa núna. Svo las ég á, held ég bara IMDb-trivia eða eitthvað, kíkti að svo það í opinóru myndina, að það er ekki að screenplay credit. Nei. Það er sem enginn hefur skrifað hana í rauninni. Nei, nákvæmlega. Nei, það aðlagar enginn í rauninni handritið. Nei, af því að þetta er bara sömu setningar. Já, akkurat, þau taka bara word for word. Já, hann er væntanlega að skrifa eitthvað handrit. Eða kannski í sammenningu við Frank Miller. En af því að hann er að taka, hann er bara að stela úr bókunum, skilur, mér alltaf leifi hjá gæðinu sem gerir þetta. Já, hann bara taka beinan texta. Já, en ég hafði eitthvað ekkert pælt í þessu. Nei, það er rétt fyrir. Það kemur aldrei svona eitthvað written by eða screenplay by eða eins og leiðis. Hann skrifar shot and cut í byrjun frá Robert Rodriguez, já. Mér finnst það mjög áhugavert. Ef við förum núna í næstu sögu. Já. Yellow Bastard. That Yellow Bastard. Það er geggjusaga. Hún er svo góð. Hún er geggjuð. Hard Goodbye nummer 1 hjá mér, en Yellow Bastard er í öðru stundi. Hún er mjög nálægt Hard Goodbye. Já, ég er alveg samanstæð, sko. Og það er að mesturlítið út af Nick Stahl. Nick Stahl, ok, já. Ég dýrka Yellow Bastard. Hvernig er þetta að fíla þessu sögu? Ég mist það náttúrulega mjög skemmtileg, sko. Hvað er það sem þú fílar hana? Ég bara allt á milli Nancy og Kala. Nei, Nancy og Hartigan. Ég bara þeirra litla, þú veist, ást eða einhvern veginn samband. Ég mist það svo dásamlegt bara. Þú veist, að hann bara fórnaði lífið sér í rauninni fyrir hana. Þú veist, hann bara, ok, ég læt bara lemja mig í klessu. Ég fekk bara í fangilsi í 8 ár. Og svo þegar hún er í vandrum, fuck it, ég skal skrifa undir það að ég hafi verið barnaníðingur og morðingi. Allt í það, ekkert mál. Ég skal bara, þú veist, bara allt fyrir þessa stelpu. Og hann bara, já, skilyrðislaus ást. Þetta er bara 11-year-old Nancy Callahan, þú veist, þetta er ekki dóttir hans eða neitt. En hann bara, nei. En hvernig fannst þér að því að hún verður svolítið ástfangin á hún? Já. Sérst því hún er eldri. Akkurat. En hann er bara eitthvað svo, hei. Þú ert svo ung, ég er gaman. Já, mér finnst það pínskrítið. Já, fannst það skrítin viðbrönd hans eða hefur þú viljað sjá okkur rómans með þeirra? Nei, mér finnst mjög skrítið að hann vildi láta rómans gerast og hún var skotin í honum. Ég skil það að því hún er bara stelpa. Já, ég held þetta sem er það, sko. Ég held þetta sé svolítið þannig, eitthvað svona... Hennar bjargvættur. Já, akkurat. Ég er svolítið eðlilegt að þróa tilfinningar hvað svona típu í svona lífi. Já. En mér fannst það svolítið eitthvað... eins og þau eru kissast, þau eru bara svona... Já, maður er aldrei svona, this isn't right. Þetta passar ekki alveg. Nei. Af því ég held að því þegar hann bjargar henni, þá er hann svo ung. Já, einmitt. Og ég held bara einhvern veginn, sem ég er alveg pínu cool í þessar mynd, af því mér fannst alveg rökrétt að hún hefði svolítið fallið fyrir honum. Já. En hún er kannski bara að blanda, þegar hún er á þessum aldri, hún er svolítið að blanda þessum, að hún elskar hann. Já. Þetta er eitthvað svona savior komplex. Já, ást þarf ekki alltaf að vera kynferðisleg. Nei. Eins og ég trúi því alveg að Hartigan, hann elskar. Já. Nancy. Akkurat, það var bara mjög platónskan og familja. Já, eins og segi, kannski frekar eins og faðir eða afi. 100%. Já. Og það er svona, maður skynja að honum fannst þetta óþægilegt, skilur við. Auðvitað er þetta gullfalli kona, þetta er erfitt að slíta sig frá henni, en hann er bara, hann er svo right alltaf, þú veist, og hann er svo sterkan svona moral kompass að það bara... Algjörlega. Þú veist, nei, þetta er bara litla stelpa sem ég bergaði og ég held að það er líka erfitt fyrir hann að líta allt í hennu á hana sem eitthvað kyntákn, já. Þó hún sé náttúrulega bókstaflega kyntákn sem strippari með öllu sem... Já, sem allir vilja. Já, nema Hartigan. Þú veist, þú getur ekki, þetta er bara stelpa sem ég bergaði. 11 ára Nancy Callahan, ég get ekki fyrir að dandalast eitthvað með henni. Nei, mér fannst geggja þegar við sjáum í byrjuninni, þegar hann bjargar henni fyrst, þegar hún er bara 11 ára. Já. Og það er setning sem hann segir, sem ég finnst, og líka það sem hann gerir, mér finnst það svo töff. Þegar Nick Stahl, hann er búin að skjóta hann. Já. Minna hann skjóta hann. Og ég var að hóla sem mynd á hann, maður ekki. Hann dettur okkur að bryggju. Og þá segir Hartigan að take away his weapons. Skýtur fyrst höndin á hann, byssuna. Svo segir hann both of them og skýtur hann í titlingin. Já. Og það er svo cool. Það er svo góð, að því þetta er svo undirstrykk, hann segir að take away his weapons, skýtur hann í hendina, both of them, skýtur hann í deipi. Já, og að því hann er barnaníðingur. Og þetta er svo, mér finnst það svo
geðveik setning. Maður bara svona, fuck, já, barnanýðingar eiga skilið að missa kynfærin. Já, þá að skjóta þá alltaf í titlingin. Bara geldum þá. Hvað reynlust. Því hafa það svo ógæslega, mér finnst líka svo ógæslega atriði, það eru svona tvíburar. Þeir eru bara eitthvað... Legum þeim að kynnast. Já, þetta er svo ógæðislegt atriði. Svo kemur eitthvað nextal og hann er bara eitthvað, ég ætla bara að tala þessi. Já, bara who couldn't like a sweet girl like you. Eitthvað bara... Ógæðislegt. Barnanýðingar eru viðbjör. Nákvæmlega, það var að skjóta í titlingin. Já, til það. En svo vaknar hann, 8 árum seinna. 8 years pass. Þá hittir hann Powers Booth, sem er þingmaður, Rourke. Já. Og ég elska það líka. Hann er geggjær. Fýlar ekki Powers Booth? Jú, ég fýlar Powers Booth. Og hann að selja manni að hann sé ógeð. Hann er bara... Og hann sé valdamikil. Já, hann er bara mest unethical líka bara, þú veist, bara ég er fáiði og ég veit að ég geti gert það sem ég vil og bara deal with it. Já, og hann er svona gæði sem er ekkert nefnilega bara skjótað í hausin, hann hefur tækjað til þess. Ég geti drepið núna. Já, það er samt ekki að gera það. Ég ætla að pína þess. Ég ætla að halda þið lifandi og ég ætla bara, ég ætla bara að tortura þið svolítið. Og svo er hann sendur í fangilsi, Hartigan. Já, þetta er, já. Nei, það er áður, já, fyrir ekki. Hann hitti Powers Booth, solið 8 ár. Og mér finnst líka svo ógæslega að hann var að berja Hartigan. Já, einmitt, og kemur eitthvað með eitthvað stelpu, bara, she flinched, eitthvað, þú veist, bara, henni fannst þú ógæslega, þú barnanýðingur, svona, þú veist, eitthvað. Alltaf heldur það að hann hefði verið að búin að freyma hann fyrir eitthvað, þú veist, einmitt. Og samt Bruce Willis er búin að mastera það. Að láta Beres, ég get alveg sagt það. Hann er góður í, það er fullt af myndum þar sem hann er lamin í eitthvað spa. Lamin í klessu og maður bara svona, he can take it. Já, og hann selur þetta. 100%. Já, svo fer hann í þetta fangilsi. Mér fannst líka bara, ég verði að segja eitt, sko. Þegar Nancy kemur, 11 ára Nancy kemur á spítalan eitthvað bara, ég reyndi að segja satt og eitthvað, og hún er 11 ára, og svo segir hann eitthvað, I'm a virgin, I'm still a virgin. Mér finnst það eitthvað svo rangt að heyra 11 ára stelpu tala hún sé virgin, þú veist. Já, hún segir líka, ég bað þá að tjekka. Já. They wouldn't double check eða þú veist, já. Að ég væri hrein mei. Já, ég er sammálaður. Þetta stingur smá. Bara 11 ára barn á ekki að vita hvað er hrein mei. Nei. Og ekki að pæla eitthvað í því. En bara þú veist, hún hefur lifað gegn sitt, hún býr í Sin City, þú veist, það er kannski, hún er kannski aðeins meira fyrir barðinu á einhverju, þú veist, svolítið exposed fyrir einhverju svona ósæmilegum lifnaðarháttum. Já, þú þarf að þroskast örgulega fyrir í Sin City, hérna annars staðar. Akkurat. En mér finnst það líka alveg töffatri og það býr svona heartbreaking. Algjörlega. Og hann leikur hann í þessu rúmi. Og það er líka bara svolítið selumanni að hún sé með þessa savior komplexa og svolítið verði ástangina á hann gegnum tíðina. Já. Hún skrifar hann á hverjum degi, hverju viku, 8 ár, þú veist. Henni þykir svo vænt hann. Og hún klikkaði henni aldrei. Nei, nákvæmlega. Það er alveg magnað. Já. En svo er henni fenni í fangilsi. Og mér varst geggjað, það var svo töff hvernig þeir sína það þegar hann er í fangilsi. Því hann er henni einangrun. Já. Og það er bara svona fangaklefi. Þetta er bara einangrun. Gamaldags fangaklefi. Já. Og svo bara svart í kringum hann. Maður kaupir svo mikla einangrun tilfinningu. Því að það er ekkert í kringum hann. Það er engin aðrir klefar. Maður sér engan koma með mat. Þú veist, það kemur eitthvað með bréf stundum. Þú veist, það er bara svo dettur hann og gólfið hjá hann. Þetta er bara, hann er bara einn í þessu rými. Og það er ekkert. Það er svo sékt þarna. Nei. Þetta er bara svo mikil einangrun, sko. Þú veist, ég aldrei sé fangilsi svona. Nei. Áður, í bíómyndum. Nei. Mér finnst það svo geðvægt. Mest skúr. Og svo líka bara eins og, þú veist, tala skotin, bara svo í bókinni, hvíturimlarnir, ógeðslega töff. Mjög cool, sko. Svo sér hann Yellow Bastard, fyrst skipti. Finnur lyktin á hann. Já, sér svo ógeðslega lykt á hann. Og bara þetta lúk á sem karakter, í svona svarta frakka, allir gulur, hann er svo ógeðslegur. Maður bara svona finnur, hann er bara svona slímugur. Já. Og þegar hann er að lýsa sér lykt og hann er bara, þú veist, hann er ógeðslegur hvernig hann lítur út líka, þú veist. Það er allt við hann, hann er sköllóttur, ég er ekki særlega sköllum eins og ógeðslegir, hann er sköllóttur með svona útstæð eyru, stórt höfuð, svona geimverulegur, svona með eitthvað svaka bauga, svona með eitthvað svona skeggrót, samt svona hvíta tennur, hann er svo off þessi gaur. Allt við og hann verður svona eins og teiknimyndafígur bara svona þú veist. En ég keypti hann allir tíma. Já, þú veist, ég veit ekki af hverju hann þurfti að vera gulur, það var bara eitthvað, nei, af því hann var skotinn skrilun sinum og það var eitthvað bara svona in the process of healing, þá þurfti hann að breytast í eitthvað gult skrimsli, greinilega, ég held að það sé útskýring sem maður fær. Já, þeir segja það bara. Eitthvað, já, papp minn, hann fekk ykkur sérfræðingar til þess að
græða aftur á með tippi og eitthvað. Þetta eru aukverkanar, þú veist, þetta meikar ekkert sens. Meikar ekki sens. En þegar hann segir það, þá er ég bara, já, auðvitað. Já, einmitt bara þú, en já, og það er hann bara þessi yellow bastard, skilur. Af því að hann var ekki bara gulur, hann breyttist bara. Einmitt, hann bara, þessi eyru og hausin á honum og holningin á honum er öll einhvern veginn sem þú veist, já, akkurat. Og það er miklu, þú veist, eins creepy og Nick Stahl er bara inn í byrjunni, Rourke Junior eða hvað sem hann skilur, að þá er hann miklu meiri karakter sem yellow bastard, skilur. Já, verður miklu meiri, þú veist, miklu meiri ógeð, bara við, þú veist, hann er alltaf ennþá ógeð að vilja níðast á Nancy og reyna einhvern veginn að fokka í Hartigan og allt það, en bara einhvern veginn útlitið á honum og þú veist, og allir eitthvað svona, hvað lykt er þetta, þú veist, það er alltaf svona, ok, já, þú ert út af við, lítur þú út eins og þú ert innan í þér. Já. Nákvæmlega, það er pottur pointið. Pottið. Skilur, hjá Frank Miller. Akkurat. Og það sem er líka svo mikilvægt í svona mynd, svona sögum, ef þú ert með svona eitthvað anti-hetjur, svo Marv sem ég er alveg brútal, Dwight er alveg brútal líka og Hartigan líka ekki, hann er ekkert að djóka, þá verður að hafa vondukallana alveg ekstra. Það er rétt. Og þeir ná því. Þeir eru bara eins og með Rourke bræðunar, Prestin og Þingmanninn, þeir eru báður ógeð. Þeir eru ógeðslegir. Ógeðslegir. Og bara alveg siðlausir og bara ekkert redeeming við það. Ekki neitt. Og svo fer hann sleppur út. Af því að hann heldur að Nancy sé bara... Já, fær senda hann í posti putta og er bara þetta á heima og 19 ára stelpu. Já, heldur þessi búin að ná Nancy. Já, heldur að hafa fundið hana og hann fer að leita henni og endar inn á barnum þar sem hún er að strippa. Það er svo cool atrið. Að það er í lit. Einmitt, það er mjög vægum lit. Vægum lit, en þú sér að það var svona einhver... Skin tones og svona einhverja. Já, húðlit og svona. Og hann lappar. Og svo fattar hann bara eitthvað, já, þetta var bara trikkja. Þeir reyna að finna Nancy. Nú er ég búin að leiða til hennar. Yellow Bastard er á barnum, er að horfa. Og svo horfa hann á Nancy upp á sviði, dansa. Og svo þegar hann fattar það, þá snýr svona við. Það er svo cool þegar það fyrir aftur í svartkvíð. Það er mjög cool, sko. Það er ógeðslega töff. Og tónlistin undir líka mjög töff. Það er mjög gott að dreif, sko. Akkurat. Og þú veist, ég elska líka örið á honum. Ógeðslega svart. Það, þú veist, ég held að segja ekkert auðvelda fyrir svona prosthetic make-up artist, að gera þetta, þú veist, það er auðvitað að gera þetta ör, en að því það stendur svo út alltaf í myndasögunum, það er alltaf alveg hvítt og þeir ná þessu stundum, eins og í byrjunadrinu, þeir ná alveg að highlighta það svona vel, sem að, þú veist, að þetta er alltaf bara tekið svartkvítu og þú veist, þeir ná þessu með Marv á annan hátt af því að plástrarnir eru bara hvítir og örin hans eru bara svona stekkri, en að hafa örið á Hartigan svona hvítt, mér finnst það svolítið cool. Mér finnst það ógeðslega töff. Og bara svona flott hefur ykkur á náði nákvæmlega eins og það var í bókinni. Það er ógeðslega töff og bara einhvern veginn skotið akkurat þetta sem ég er að tala þegar það breytist í svartkvít. Það er svona nærmynd á andlutinu á Hartigan og svo er Nancy að dansa bakvið. Þá meitir örið rosalega áberandi. Þetta er svo geðveitt skot. Svo nær hann segir bara, ég ætla að reyna að fara og er að hugsa með sér narrationið, voice over í honum. Já, ég ætla að láta hverfa, það veit enginn sé hún og mér er samt svo geggjað þegar hún sér hann. Hún bara stekkur á sviðinu og bara kissir hann. Akkurat. Mér er það töff atrið. Akkurat. Töff skot. Svo sleppaði og að fara hann í bílnum, gamla bílnum hennar og ég alveg Bastard eldir hann, eldir þau og ég elska þegar Bruce Willis skýtur hann. Ekki svona gula blóði, ég dýrka það. Það er töff. Það er ógeðslega töff. Það meikar ekkert sens. Nei, það er bara ógeðslega töff. Maður bara svona, já, deyðu, you yellow bastard. Það er svo snilt, sko. Og hvernig fílaður atriðið þegar hann hangir í snörunni, Bruce Willis? Já, mér finnst það skemmtilegt. Af því það er einmitt eitt af sem er bara nánast alveg eins og það var í bókinni, sko. Já, það kemur þess að ég man rétt, þá kemur bara svört blaðsja, þú heldur sér dáin. Og þú ert að fletta blaðsjónum, bara svört blaðsja. Í nokkur sem sett hjá mér. Fyrir að leita þið núna. En það er alltaf það í myndinni. Já, það er alveg, þú veist, svo stór, þú veist, alveg heilblaðsja sem hann er bara skotið af honum, hangandi í snörunni, þú veist. Bara nákvæmlega sama framing. Já. Það er svo mjög snilt. Það er ógeðslega töff. Og svo kemur lokatriði. Og ég elska það svo mikið. Þegar hann drepur Yellow Bastard. Já. Af því að hann rífur undan honum. Hann gerir þetta sama, hann take away weapons, both of them, skilur við. Og hann er með þess að gróa hann af því hann rífur undan honum og svo lemur hann, ég veit ekki hvernig orðið þetta, hann ber haustum hans í
frumeindir í rauninni. Hann bara lemur hann í bókstaflega klessu. Já, bókstaflega klessu. Já, bara þú veist, þá kallega bara fragments of bone, skin, blood, vissa, bara út allt. Bara þú veist, mér finnst, þú veist, ég veit ekki af hverju, en þegar það er, jú, ég veit alveg af hverju, þú veist, ofbeldi þegar það á rétt á sér, gagnvart einhverjum sem er ógeð, það er svo satisfying. Þú veist, ég ætla að nefna eitt atriði, annar bíómynd. Sjá hvernig þið sammála. Þú veist, örugglega sammála mér. Ég alltaf hefði ofbeldi bíómyndum. En þú veist, að hausan á honum hafi bara kramist í ekki neitt. Irreversible og slökkutækið. Já. Það er eitt af þessum sem ég bara já, fucking nei, skilur. En samt í því atriði? Maður náttúrulega veit ekki, það er rétt. Nei, það því málið er. Já. Það drepa rángan gaur. Er langt sem ég sá hana? Já. Er það málið? Ef ég man rétt, í Irreversible. Er það samt? Þá stendur gaurinn, af því þú, málið er, við föttum það ekki, að myndin sýnd í öðru tímaröðu. Þegar kemur síðan að nauðgunarhætturinu, þá sjáum við gaurinn, og ef þú horfur aftur á myndina, ég er nokkuð viss þetta, þá sé hann standa og horfa á gæjan berja eitthvað gaur. Ég hef bara séð þessa mynd einu. Já, ég hef búin að segja kannski 3 svar. En svolítið síðan sá hana, ég ætla að googla það þegar ég kem heim. Held þetta rétt hjá mér. Ef þetta er rétt hjá mér, þá er þetta ekkert fallið dómlindi. Nei, en þú veist hvað ég meina. Ég veit hvað þú veist. Eftir að ég er búin að koma að staði hvað hann gerði, þá er ég bara, já, bara gott að þig. Ég er bara mjög fein og dóst á þennan hátt, að þú bara hausna var kramin í klessu. Já, ég er sammálaður. Já, döðið ég alveg bara sér, þú veist, og þetta líka bara Hartigan er motherfucker. Já. Lemja hann bara bókstaflega í klessu. Já. Þetta er svo fucking svalt maður. Og hann dreif líka fullt af gaurum að hann kemur að Yellow Bastard. Fullt af gaurum. En tókst þú eftir einu, sem ég hef ekki tekið eftir bara í öllu skipt sem ég sé þessa mynd. Sástu hver leikur í þessari mynd? Bara geðveitt lítið hlutverk. Hver? Nick Offerman. Nei! Nick Offerman leikur, maður var 2 gaurar sem tala svona annar gaurinn tala er hann einn af þeim? Þetta er Nick Offerman, stærri gæinn. Vá, ég fatt að það ekki. Ég hef aldrei fattað það. Svo horfði ég þessu mynd á hann og ég hef sagði mér, ekki þetta er svo líkt Nick Offerman. Og ég kíkt á kreddlistan. Þá er þetta hann, ég með þess að hann segi ekki neitt. Nei, er þetta ekki þeir 2 sem er að tala alltaf okkur svona Jú, hann tala. Já, reitt lítill og þið háið. Já, hann er með svona ljósthár, minnum mig, og geð skrítin típ, allt öðru sem hann þekkir einhvern veginn Nick Offerman. Það er svo fyndið maður horfir á eldri myndir aftur og bara svona, þessi var orðin frægur í mildtíðinni, þú varst í pingu litlu. Og ég segja mest ekstrím þannig dæmi sem ég mann eftir. Hvað? Það sem ég sá eitthvað svona fræðanleikara í pínu litlu hlutverki, sagði ekki neitt, var bara svona ekstra. En varð síðan stór leikona. Hvað? Það er ég voni þess að segja rétt, mér minnir þetta lögreglega, í Freddy vs. Jason, hefur séð hana? Nei. Ok. Evangeline Lilly er í einu atriði þeirri mynd, gerist í skóla, og hún er bara eina nemendunum. Það er bara svona, þau standa... Bara ekstra? Já, standa þarna, þetta er svona hringur, hvort það er eitthvað barinn, slagsmáli eða eitthvað svo leiðis, það var svona hópur af nemendum, og ég var að googla þetta ekki heim. Mér minni ég að við pása allt, ég bara, fuck, er þetta hún? Hún segir ekki neitt, svolítið var hún stórstöðuna. Það er mest ekstrím sem ég sé svona eitthvað frægan. Já, ég hef aldrei séð einhvern frægan að vera ekstra bókstaflega einhvern. Nei, það er mjög fyndið. En já, Nick Offerman, þú tjekkar hann næstu horfa á þessu mynd. Já, 100%. Það er mjög fyndið. Ég hugsi setja bara sjónvarpi, mynd af honum. Do it. Því ég klippi þáttinn. Svo enda myndin að að Hartnett kemur aftur. Já. Og hann refsar vinkon okkar, Alexis Bledel. Af því hún var sökari. Og mér finnst það cool að enda þannig. Já, það er aldrei, það er skemmtilegt. Josh Hartnett þú veist, hann var svo mjög hjartagnúsari einhvern veginn á þessum tíma eða svo fyrir hann tíma. Mér finnst hann góður í þessu. Hvernig fílar hann sem leikara? Nefnilega ekkert, þú veist, ég er aldrei eitthvað bara, þú veist, af því að hann er ekkert búin að vera mikið einhverju. Það var þessu þáttum hann að Penny Dreadful, horfður á það? Ég horfði á... Þú náttúrulega elskar Evergreen, sko. Já, ég ætla að horfa aftur út af henni. Ég elska Evergreen. En ég kláraði ekki. Nei, ekki heldur. Ég er búið með eitthvað eina hálfa serju. Já, ég er þetta frakkast en dæmi var bara... Já, mér fannst það ekkert spes. En já, ég þarf að tjekka hann út af Evergreen. Já, þú veist, mér varst alveg skemmtilegur þar. Því að ég var ekki bara hún leipilan bara svona early 2000 hjartagnúsari, punktur, þú veist. En ég held að það sé alveg kannski meira spunnið hann. Ég fílaði hann mest í Faculty.
Sástu hana ekki? Jú, ég sá hana. Jú, það var Rodríguez. Það var 4 ára síðan sá hana. Já. Hann er alveg svona cool, eitthvað svona úlnings. Það er bara svo fyndið með svona leikara, einhvern veginn, og þú veist, þá er það kallkynsleikara. En þeir eru of sætir þá ég er veit með að kaupa þessu leikara. Sko ég meina? En ég meina, getur ekki sett það líka konur? Jú, en það bara, þú veist, konur er svo vanar að vera afsakið notaðar í hlutverkum fyrir það að vera sætar, veist hvað ég meina? Það eru mjög fleiri konur sem eru, þú veist, einhverju leikkonur sem eru sætar, heldur en leikarar. Leikarar þurfa ekkert alltaf að vera eitthvað svo sætar. Nei, ég fattar gott við. Þetta er góð punktur. Þannig að, já. Þannig að ef þið finnst hann of eitthvað svona fallegur. Já, það er líka bara mitt persónulega preference. Ég er ekkert mjög skotið. Fordómar, gagnvart fallegu fólki. Ég ætla ekki að segja, ég sé ekki, maðurinn minn er mjög fallegur, en ég er yfirleitt ekki hrifin af karlmönnum sem eru of sykursætir, veist hvað ég meina? Þó ég sé gagnkynhneigður, þá er ég samt sammálaður. Okay. Ég vil ekki að karlmenn séu svona ofallegir. Það ljóma ekki að illa. Við erum svo miklu fólk. En ok, að því hún talaði evergreen. Og mér finnst alltaf gæðan að tala um hana. Ég fíla hana. Já. Og það er ekkert bara því mér finnst hún eitthvað sæt. Mér finnst það bara töff leikona. Svo áhugaverð eitthvað. Já, þetta er bara góð leikona. Hún er cool. Já, hún er alltaf cool. Hún er með þessa rödd og þennan hreim eitthvað stundum sem hún er bara svona, já, og hún er ógeðslega cool. Já, ég fíla hana mjög vel. Förum aðeins í lokin í 2. Ok. Ég nefndi nú ekki að horfa á hana aftur. Nei, ég hef séð þessa mynd einu sinni. Ég líka. Ég sá þessa mynd daginn áður en ég skilaði þessar ritgerðin. Ok. Og ég hugsaði með mér, fuck, bara ég áttur að falla af því að ég er eitthvað svona, svo er að koma Sin City 2, textatengsl, eitthvað hérna. Ég bara delete, bara ég ætla ekki að tengja þessar ritgerð við þetta hörmungarverk sem er Sin City 2, bara nipp. En ég fór að hugsa, því ég er sammála, mér varst hún hræðileg. Hún er hræðileg. En ég þyrfti að sjá hana aftur, því ég man ekki alveg, mér fannst bara leiðileg. Já, ég get ekki alveg pinpointa. Hún er ekki eftirminnileg, bara 0. Hvað kom fyrir Marv? Þú veist, þú hlýtur að muna hvað Marv leit hörmulega illa út. Já, mér fannst ekki vera sami. Þó að það hefði verið Mickey Rourke. Þetta var Mickey Rourke. Hann var bara eitthvað svo þykkur og búin að fitna. Já. Þú veist, það er náttúrulega líða 9 ára á milli. Já. Þetta er bara... Mér fannst hún glötuð og mér fannst hræðilegt að ég fylgði Josh Brolin. Að hann lengur Dwight. Sem er alltaf í lagi. Er ekki Josh Brolin eldri en Clive Owen? Jú, örugglega. Það meikar ekkert sens. Er eitthvað svipagamlir. En ég var samt að vona þegar hann breytir, fær nýtt andliti, þá er þetta bara Josh Brolin með eitthvað meikar ekkert sens. Fáðu annar leikara. Þú veist, sagan gengur út af það að hann breytist það mikið að vera óþekkilegur. Þú getur bara fengið nýja leikara og þú getur rellaði í Clive Owen og koma aftur, en ég skil alveg hvað hann gerði það ekki. En ég las smá trivia líka að hann var upptíkin. Var hann bara upptíkin? Hann átti að koma. Mér finnst það strax skárra. Ok, það skil. Þú spurði hann allavega. En ég þarf samt kannski sjá hann aftur bara svona upp á djókið. Því ég man mér fannst hann hræðileg. Já. En ég man líka að það sem var flottast við þessu mynd var evergreen. Já, einmitt, það er ekki margt sem að, þú veist, ekki margt jákvæmt við hana. Nei, ég er að segja að það er ekki... Sérst myndina. Já, nei, það er ekki margt sem getur toppað evergreen, sko. Hún er svolítið, hún skín alltaf svolítið þar sem hún er, sko. Já, hún leikur líka svolítið svona femme fatale karakter. Já, hún er rosa oft femme fatale. Hún er svo mikið það. En það er líka eitt sem ég ætla að segja í lokin, með nummer 2. Sem er svolítið leðilegt, að því að Dame to Kill For er uppáhald Sin City saga mín, sko. Já, einmitt, hún er mjög góð. Mér finnst það besta bókin. Það er með betur bókunum, sko. Ég ætla að hvað það var eitthvað skemmtilegt trivia hérna. Að því þá færðu, ég skal bara tala með það og lesa, að því þá færðu henni smá svona team-up hjá Marv og Dwight. Já. Og mér finnst það svo cool. Það er mjög cool. En það er ekkert cool í myndinni. Nákvæmlega. Og þú fær líka að sjá þegar hann tekur auga úr mann út. Já, akkurat. Nákvæmlega. Hver lék hann í seinni myndinni? Dennis Haysbert. Hvernig þurftu þið miður að ríkasta? Sorglegt. En eru ekki bara árið góðu það? Jú, ég er úttöluð. Ég hef ekki, þú veist, það er 6 ár sinni skrifaði sér gerð. Ég hef ekki bara pælt svona mikið þessari mynd fyrir núna og ég horfði á hana nýlega fyrst skipti 6 ár og mér finnst það bara, hún stendst tímastönd, ég horfði á hana aftur í 10 ár og verið bara, fuck, já, ég var pínrættur, bara svona alveg í lokin. Ég var pínrættur af því ég horfði á, það er ekkert langt síðan ég horfði á, kannski ár síðan, 300. Já. Mér finnst það skemmtileg, en hún samt eldi svolítið. Finnst það? Já, mér finnst það pínu. Ég get alltaf á 300, ég elska. Mér finnst einhvern svona pínu, það er kannski, það sem böggaði mestu þá mynd, er svolítið Zack Snyder. Já. Og hvað hann gerir í, mér finnst actionið
svona geð slow motion, svo geð hratt. En mér finnst það nefnilega, þú veist, þetta í fyrsta skipti finnst mér sem að Zack Snyder verður svona mikill Zack Snyder og það búið svolítið svona, þú veist, við erum svolítið núna farin að gera grína hann fyrir að vera svona mikill Zack Snyder, en að hann, þú veist, í 300 finnst mér að það eiga rétt að sér. Já, mér finnst samt eins og það hef ekki elst nógu vel. Nei. En allavega. Það er kannski að því að maður einhvern veginn setur Zack Snyder alltaf í þetta hlutverk bara. Já, og þú ert alltaf með slow-mo og blóði út allt. En svo er líka annað. Ef þetta í Hazard-drónum, allt í lagi. En þú ert að horfa kannski á Gerard Butler labbi gegnum eitthvað torg og það er í slow motion. Það er ekki bara svona, það er ekki alltaf að vera slow motion. En ég var svona pínur hræddur að Sin City, að því að ég sé það, langt sín sá hana. Ég var svolítið hræddur að vera eitthvað svona, ég er kannski ekki eins töff. En veistu það? Mér finnst bara ennþátt geða töff. Alltaf geða töff. Þannig ég segi bara fólk, tjekkja á þessari mynd. Já, ef það er einhver ekki búin að horfa á Sin City. En ég er búin að horfa núna á podcastið. Bara, this is boring, hvað er það? En ég vil líka, því það hafa nokkra haft samband við mig, sem er að hlusta á þátt að horfa, og hafa fengið hugmyndir. Bara svo, já, alveg, þessi mynd, ég var að tjekka alltaf henni. Okay. Þannig að þeir sem hafa séð Sin City, en það er kannski langt síðan. Já, horfið á Sin City, farið svo skemman, lesið ritgerðina mína, horfið á þátt. Nei, alveg tala. Bara tjekkja á þessar mynd aftur. Já, maður, hún eldist vel. Já, takk fyrir að koma. Takk fyrir mig.